þetta Evrópuleikur maður og maður spila í þeirra eigin landi og þær voru með áhorfendur og það var svona pínu stemning í þeirra liði og halda okkur frá markinu en ég fannst Þór K. standa sig frábært í þessu leik. Við sköpuðum fullt af færum. Ég held að Arna Sif átti að skora svona 4 mörk og bjargaði á línum mörgursunum og skotið stöng og skorum 2 mörk og heldur hreinu. Ég er bara mjög glaður með fyrsta sigur Þór K. í Evrópukeppni. Já, svona eftir að hafa spilað á leik þá finnst mér að hafa átt að setja klárlega fleiri mörk í leikinn. Við vorum mun sterkari liði í dag en einhvern veginn vildi boltinn ekki inn hjá okkur en 2 mörk og clean sheet, það er ekki slæmt og fyrsti sigur hjá okkur Þór K. í meistaradeildinni. Fannst þér þetta svona spilast eins og þú bjóst við? Já, ég fannst það. Við vissum bjuggust við því að við erum svolítið með boltan og við vorum alltaf með boltan nánast alla leikinn. Við hefum getað verið pínu klókari að komast í betri leikstöður til þess að koma boltinu fyrir en held ég við bara nokkuð ánægður með þennan leik og eins og ég sagði, þetta spila svona nákvæmlega eins og við byggust við og mjög glaður að við skildum skora þetta snemma í leiknum og það léttir svolítið á pressunni því að það er alltaf líklegar að það fara að skora eitthvað. Þær lágu svolítið þétt tilbaka og gáðu okkur svolítið tíma á boltan og varnarmennir okkar voru að bera boltan háan upp og í fyrri hálfleik þá voru svolítið mikið að leita í löngu sendingarnar gegn sem gekk alveg af og til en einhvern veginn í seinni hálfleik þá náðum við meira spili og rólegra á boltan og það gekk betur. Boltinn einhvern veginn fór að rúlla meira og við vorum að skapa hættulegri færi. Og svo bara næsta verkefni og framhaldið, hvernig lítur á það? Nú er bara að leyfa sér að njóta í svona klukkutíma og það vera glaðar bara að ekki hverjum degi sem að vinnur í meistaradeildinni en síðan er bara fókusum settur að næra sig og endurheimta vel. Stutt í næsta leik þannig að maður þarf að nýta hvern einasta dag og við stelpurnar erum fyrst að hugsa á næsta leik. Það er það sem skiptir máli. Þú sást leik Ajax og Wexford í dag. Hvernig líst þér á að mæta þessum liðum? Það er stutt á milli leikja núna. Já, nákvæmlega. Ég Wexford, við spilum það náttúrulega næst og það er liðið sem er betra heldur en þetta lið sem í dag. Það eru svona örlítið sterkari og meira físikal en svo sem mörguleiti mjög svipað hins vegar. Það eru með sterkari framherja heldur en þetta lið. Og Ajax spilaði bara nokkuð vel og ég er mjög spenntur að mæta þeim en við myndum okkur bara að Wexford næst og við ætlum okkur sigur í þeim leik og komum okkur í góða stöðu fyrir síðasta leik. Takk! Geggjað!